máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Síðustu daga, fyrir nokkrum dögum síðan, vorum við að ræða ferðakostnað þingmanna, bifreiðakostnað. Og þar vorum við að tala 100.000 á mánuði, milljónir á ári. Á sama tíma borgum við fötluðum einstaklingi 16.583 kr. í ferðakostnað, bensínkostnað. Af þessari upphæð fær maður, einstæðingur, tilbaka og skilar honum aðeins 1.746 kr. Þetta er ekkert annað en fjárhagslegt ofbeldi og annar einstaklingur sem fær tæpa 7.000 kr. í lyfjakostnað fær 0, ekki krónu tilbaka. Hvernig getum við réttlætt að setja lög hér á Alþingi sem brjóta mannréttindi? Hvernig getum við leyft þessum lögum að vera áfram þar sem þau geta ekki staðist stjórnarskrána? Og það sem er eiginlega furðulegast að vita, að það er þegar frumvarp inni sem á að taka á þessu máli og það hefði átt að afgreiða það bara 1, 2 og 3 miðað við annað sem hefur verið afgreitt hér fljótt og vel. En síðan er annað sem er alveg stórfurðulegt mál og það er krónu á móti krónu skerðingin sem allir lofa að taka í burtu. En hvað ætlar ríkisstjórnin að gera? Jú, þeir ætla að senda þessa krónu á móti krónu skerðingu í endurhæfingu, starfsgetu endurhæfingu. Hvað á að gera við hana þar? Efla hana til þess að koma tvöfalt tilbaka, vegna þess að það er ekkert samhengi á milli krónu á móti krónu skerðingar og starfsgetu endurhæfingu, ekki neitt. Þannig að við hefum kröfum það, og sérstaklega þeir öryrkjar sem eru á lægstu bótum núna að skrifta á 200.000 kr. og þeir einstaklingar eins og þessi einstaklingur sem talaði sem var að missa alla bílastyrki, hann er með 300.000 kr. útborgar og hann er að borga 70% af tekjunum í húsnæði. 70%.